Ég heiti María Rún Gunnlaugsdóttir og ég er að æfa sjöþraut í FH og ég reyndar fór í FH 2016 en fyrir það var ég í Ármanni bara frá því ég var 7 ára eða eitthvað. Ég byrjaði að frjálsa þegar ég var 7 ára og skipti sér inn í FH 2016. Sko, ég man það ekkert alveg nákvæmlega en mamma og systurina voru alltaf í frjálsum þannig að maður svona einhvern veginn byrjaði bara í þessu. Og ég var reyndar líka alltaf í fótbolta alveg í 12-13 ára eða eitthvað. En ég man reyndar sko að ég og frænka mín vorum alltaf að æfa saman. Þau vorum litlar að langa okkur alltaf bara æfingar því mamma og systurina fóru alltaf til ömmu og og við fengum alltaf gáðu okkur alltaf svala og kleinur hingað eftir æfingarna. Þess hlakka okkur alltaf til að fara á æfingu. Heyrðu, ég útskrifaðist í fyrra með mastersgráðu í lífefræði. Þannig að ég er að vinna núna, ég byrjaði bara núna eftir áramót hjá Alvotech og er að vinna þar bara í fullu starfi fyrir utan æfingar, já. Sko, svona seinustu mánuðir hafa verið náttúrulega smá öðruvísi heldur en vanalega. Náttúrulega hef ég ekki getað verið mikið í svona tæknigreinunum og verið að vinna í tækninni af því það var náttúrulega lokað. En svona aðalega eftir að COVID-vesen byrjaði þá gat ég gat lyft í bílskúrnum. Og síðan voru bara aðalega, út á gervigrasi að hlaupa og eitthvað svona lengri hlaup og brekku og svona. Þannig að þetta hefur gengið allt í lagi þótt að þetta hefur ekkert verið allt upp á 10 sko. En svo núna eftir að byrja að opna aftur þá svona er maður að einbeita sér meira tækninni og reyna að fínpússa það allt saman. Eftirminnilegasta afrekið, það er ábyggilega bara þegar besta þrautin mín sem ég náði í fyrra á Madeira. Þannig Evrópubikarþraut og lenti í 3. sæti. En það reyndar gekk ekkert alveg allt upp þar en það var samt bæting. En það reyndar líka þegar í seinasta mótið mitt í fyrra þegar ég fór á danska meistaramótið í þrautinni og vann það. En sko daginn áður en ég fór út þá var ég byrjaði að finna fyrir eitthvað í fætinum og ég svona einhvern veginn hálfhunsaði það og eitthvað. Síðan bara fór ég í gegnum fyrir daginn og svona gekk allt í lagi. En fann alltaf svona smá fyrir, síðan bara eftir fyrir daginn, þá var ég bara að drepast í fætunum. Og ég svona ætlaði bara að reyna að koma mér í gegnum þetta því ég sá að ég átti séns á að vinna þetta. Og ég svona hálfpartið skil ekki eftir á hvernig ég komst eiginlega í gegnum þetta því ég var bara að drepast eins og seinni daginn langstökk spjót og 800 og það var stökkfóturinn. Og ég svona var alltaf með á bakvið hvort það væri eitthvað brotið eða eitthvað en ég svona vissi það ekkert. Og þú veist, þetta var ekkert góður árangur á þessum seinni daginn, ég komst í gegnum þetta en þetta var 800, það var eiginlega bara hell. Það tók svo langan tíma og þetta var bara vont í hver einsta skref, ég gat ekki hitað upp eða neitt. Og sko fyrstu 400 metrarnir voru bara, það var mjög vont. Og ég var svona manilegt þannig eftir en síðan var þetta að byrja að dofna svona seinustu 300 metrarna. En síðan bara gat ég ekki stigið í fótinn og fór sinni myndatöku og þá bara kom í ljós að ég var brotin. En ég einhvern veginn náði að komast í gegnum þetta á þrjóskunni, þannig að ég veit ekki hversu gott eða slæmt það en ég ætla það var svona aðalega því ég sá að maður gat unnið þetta, þannig að þá reyndi maður að koma sér í gegnum þetta. Þannig að ég mun ekki gleyma því móti allavega. Það sem er framundan hjá mér í sumar, það er bara að keppa á þessum mótum sem eru hérna heima. Þú veist, það er náttúrulega Íslandsmeistaramótið það er búið að seinka öllum mótum náttúrulega núna hvað mánuð eða eitthvað. Það er held ég í lok júlí. Sem bikarinn eitthvað seinna og maður verður kannski að keppa svona lengur svona fram eftir heldur en vanalega. En maður stefnir á þeim mót allavega og síðan vonast ég til að geta farið allavega kannski út í eina þraut, kannski á Norðurlöndinni eða eitthvað ef maður kemst. Og síðan náttúrulega síðan var ég náttúrulega að stefna á EM sem átti að vera núna í sumar en það er búin að aflýsa því. En annars stefni ég bara að bæta mig í þrautinni sko. Ég held ég eigi alveg nóg inni þar. Sko, rútínan mín svona fyrir svona stærstu mótin, kannski eins og MI og eitthvað svona hérna heima,
það kannski bara, allan á vikuna fyrir, þá maður ekkert í ykkur miklu magni. Þá maður kannski bara aðeins svona taka spennuæfingar og reyna að fínpússa tæknina og síðan bara ná að hvíla sig vel og borða vel. Og síðan á keppnisdegi þá svona reyni ég alltaf að vakna frekar snemma. Fæ mér morgunmat. Ég hef aldrei getað borðað eitthvað mikið, eitthvað stuttu fyrir keppni, þannig að ég svona, og síðan virkar alltaf vel fyrir mig að fá mig nóg af koffíni, sko. Það svona, kemst maður í gírinn. Já. Sko, eitthvað ráð sem ég myndi gefa einhverju yngri iðgötum, það kannski bara, held ég bara númer 1, 2, 3 að hafa gaman að þessu. Þú veist, það gerist ekkert ef maður hefur ekki gaman að þessu og er ekki að njóta. Og síðan líka held ég bara að sé mjög mikilvægt að vera þolinmóður, að þú veist, ekki vera að stressa sig ef maður sé ekki að ganga vel eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, árangurinn kemur alveg ef maður leggur inn fyrir honum og svona. Og síðan bara fara eftir prógraminu sem sett fyrir mann. Það kannski, ég alveg lenti stundum í því að ég var yngri að gera alltaf eitthvað aukalega. Það kannski ekki alltaf að gáfulegasta. En já, ég held að það sé bara að vera þolinmóður. Og já, og ef það gengur ekki vel einhverju móti þá getur samt allt, þú veist, kannski gengið á næsta móti, maður veit aldrei. Árangurinn kemur oft þegar maður kannski svona býst síst við honum, sko. Þannig að, já.